Örorka ekki hluti af áætlunum fólks. Það ætla sér enginn að lenda í örorku. Það samt sem áður eitthvað sem gerist og inn í lífeyrissjóðakerfi eru byggðar tryggingar fyrir sjóðfélaga til að verjast fjárhagslega hluta áfallsins við að lenda í örorku. Í þessum þætti af hlaðvarpi almenna ætlum við að fjalla hvernig þessar tryggingar lífeyrissjóðanna eru uppbyggðar og önnur úrræði sem eru í boði til uppbyggingar. Ég heiti Halldór Backman og kynningarstjóri Almenna lífeyrissjóðsins. Með mér í dag Þórhildur Stefánsdóttir, einn reynslumesti ráðgjafi sjóðsins, og við höfum fengið til okkar góðan gest sem Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK. Velkomin Vigdís. Takk fyrir. Örorku og örorka ekki það sama. Hvernig örorka hvað varðar lífeyrissjóðanna? Hvernig skilgreiningin á örorku gagnvart lífeyrissjóðanna? Þannig að í fyrstu 3 árin þegar fólk dettur út af vinnumarkaðinum og orðið fyrir veikindi eða slysi að þá ertu metin það að fyrst sem örorka til hvernig geta þín til að vinna það starf sem þú varst að vinna áður, og eftir 3 ár að mig minnir að þá eftir 3 ár þá metin hæfni manns til að vinna við almenn störf. Þannig að maður hugsar bara svona einfalt dæmi, segjum að maður var kannski skurðlæknir og það kemur eitthvað upp að maður getur ekki unnið sem skurðlæknir, þannig fyrstu 3 árin það metið, en kannski eftir 3 ár það getur maður unnið við eitthvað annað, þannig að þá verið að meta mann til almennra starfa. Örorkulífeyririnn hjá lífeyrissjóðunum hann skiptist í tvennt, þannig að flestir eiga rétt á svokölluðum áföllnum örorkulífeyri, eða þau réttindi sem hafa áunnið sér í lífeyrissjóðunum. Og ef fólk búin að vinna lengi og búin að vera að borga í lífeyrissjóð síðustu 3 ár af síðustu 4, að þá má rétt á svokölluðum framreikningi, og þá verið að reikna hvaða réttindi maður áunnið sér ef maður unnið til 65 ára aldurs. Þannig að þessi réttindi geta verið mjög verðmætt. Og við erum að sýna inn á sjóðfélagavefnum okkar hvaða réttindi fólk á. Þannig að fólk fer inn á síðuna sína, fer inn í núverandi staða, áfallalífeyrir, og þá geta það sé hvað á mikið í núverandi, hver ávinnustaða og hver framreikningsstaðan og það skiptir mjög miklu máli að maður sé meðvitaður hvernig maður er tryggður, eins og þú nefndir áðan að maður veit aldrei hvað getur gerst, þannig að maður finnst maður vera til dæmis illa tryggður að maður hefur tækifæri til þess að kaupa sér auka tryggingur og bæta stöðu sína. Þetta bara fast hlutfall af tekjunum sem þú hefur á réttindunum sem þú ert með? Þetta í raun og veru búið að reikna að þú greiðir inn í lífeyrissjóðinn og þá ertu að vinna inn einhver ákveðin réttindi, og þannig að það bara bætist við, þú ert með þessi laun og þú fær þessi réttindi með hvort gamall þú ert að borga inn í sjóðinn. Síðan ef þessi framreikningur, þá bara verið að taka meðtal launamann síðustu 3 ára, að sagt að þetta væri þá tekjumanns ef maður væri full frískur inni til 65 ára aldurs, og þá bætist það við þennan áunnan rétt. Og þannig að þetta ekki ákveð hlutfall af launum, en það fer bara eftir því hvað laun maður var með og hvað hafði haft áður. Og það skiptir til dæmis máli fyrir þá sem detta út á vinnumarkaði eða eru með lægri laun ykkur ákveðin tímabil. Þannig að við hugsum til dæmis svo konur sem fara eignast börn og þau lækka launin hjá þeim í barneignafría, og þær eru kannski að vinna sér minni réttindi heldur en þau sem detta ekkert út á vinnumarkaði eða taka á sig tekjuskerðingu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að fólk sé meðvitað það hvernig það er tryggt og reyna þá að bæta stöðun ef að svo ber undir. Lífeyrissjóðirnir eru taka fjárhagslegu hliðina og steðið baki á fólki að lenda í áföllum eða örorku á fjárhagslegu hliðinni, en svo er það andlega hliðin og það sem að henni snýr, það er þá hlutverk VIRK, eða hvað er VIRK? Segðu okkur aðeins frá því. VIRK starfsendurhæfingarsjóður þarna, okkar hlutverk að veita starfsendurhæfingu til einstaklinga sem að veikjast eða slasast og missa vinnugetuna og eiga kannski bara erfitt með að komast inn á vinnumarkaðinn aftur í kjölfar þess áfalls, og það getur verið bæði andlegt og líkamlegt. Og þá er það okkar hlutverk að taka utan einstaklinginn og styðja hann og hvetja, og við erum með ýmis úrræði sem að hjálpa einstaklingunum að
að vinna á þessum hindrunum sínum og bara auka vinnugetun og komast út á vinnumarkaðinn aftur. Og við erum að vinna einmitt í góðu samstarfi við lífeyrissjóðina, við stéttarfélögum allt land, við atvinnurekendur og bara við líka hið opinbera heilbrigðis- og félagskerfi. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Hvað praktíkin í þessu? Hvað gerist? Já, bara tökum sem dæmi ef einstaklingur hefur veikst eða slasast og hann kannski búinn að fara í gegnum sína heilbrigðisþjónustu, allavega mestu leyti en einhverja hluta vegna þá kemst hann ekki inn á vinnumarkaðinn aftur og þarf bara aukna starfsendurhæfingarþjónustu, þá ræðir hann það við sinn lækni og það læknirinn sem sendir umsóknin í virk. Og ástæðan fyrir því að það læknir sem sendir umsókn að við þurfum að vita hver heilsubresturinn þannig að við getum farið rétt inn í málin. Að við séum ekki að byggja upp þjónustu sem getur ógnað heilsu einstaklingan, þá þurfum að vita hvað að. Og síðan förum við í gegnum umsóknina og stundur hringjum við einstaklingin til að fá auka upplýsingar og hann svarar spurningalista á netinu hjá okkur. Þannig að við þurfum að fá svona góðar upplýsingar hver staða einstaklingsins og ef við metum að starfsendurhæfing sé viðeigandi og hún sé árangursrík þá bjóðum við viðkomandi að koma og hann fær sinn ráðgjafa og það ráðgjafi sem heldur utan mál einstaklingana og hlutverk ráðgjafans líka bara hvetja og styrkja einstaklingin og einstaklingur mætir þá reglulega viðtöl hjá ráðgjafa en svo getum við boðið upp á ýmsa aðra þjónustu, við erum með samning við mikinn fjölda sálfræðinga þannig að við bjóðum upp á sálfræðiþjónustu. Við höfum líka styrt fólk varðandi sjúkraþjálfun, við erum í ýmis svona styttri endurmenntunarúrræði, við erum með allskyns sjálfstyrkingu og bara líka námskeið og svona, svona ýmsa stuðningshópa fyrir fólk bara eftir því hvað vanda fólk Við erum með samninga við starfsendurhæfingarstöðvar allt land, það kannski fyrir einstaklingar sem þurfa jafnvel daglegan stuðning til að komast áfram. Og starfsendurhæfingarstöðvarnar eru þá líka bjóða upp á sálfræðiþjónustu, upp á ýmis námskeið, nám og svo framvegis. Þannig að það er rosalega mismunandi hvað hver og einn þarf og það má segja hver einasti einstaklingur sem kemur inn til virk, hann fær sína eigin bara sérsniðnu endurhæfingaráætlun sem sniðin að hans þörfum. Og það kemur til okkar fólk úr öllum starfsgreinum og öllum aldri með alls konar menntunarstig. Þannig að það er bara ofsalega mismunandi hvað hver og einn þarf. Og í dag eru á milli 2600-700 einstaklingar. Þannig að þetta er mikill hópur, mikill fjöldi sem í þjónustu hjá okkur og við leggjum okkur fram samt að búa til mjög bara einstaklingsbundna áætlun fyrir hvern og einn. Og ráðgjafinn síðan að hann hefur stuðning á svona þverfaglegu teymi inn í virk. Það sem getur verið sjúkraþjálfari, sálfræðingur, félagsráðgjafi, iðjuþjálfari og læknir líka, sem getur komið að málum, bara allt eftir þörfum. Þannig að við erum að horfa mjög svona heilstætt á einstaklingin og vanda hans og reyna að finna leiðir með honum. Og auðvitað samt einstaklingur alltaf í forgrunni og það hann sem stjórnar ferðinni líka. Við gerum alltaf bara í samstarfi við hann. 2600 til 2700 manns Já, þetta er bara rokkar á hverjum tíma. Ég er búið að vera núna svolítið stöðugt, núna í einhverja mánuði, þetta milli 2600 og 700 manns. Já. En við eigum alveg vona á að það muni fjölga núna í kjölfar COVID, sko. Já, og ég ætlaði að spyrja út í varðandi COVID. Hvað áhrif hafði tilkoma COVID á þessa þjónustu? Hún hafði alltaf mikil áhrif á þjónustuna en við lögðum samt áherslu á það að halda alltaf upp í þjónustu. Já. Að fólk fékk að koma í viðtöl, að vildi fara í viðtöl, en við buðum líka bara rafræna þjónustu. Já. Allir gátu líka farið í við fengum bara, settum upp öruggan búnað. Þannig að allir gátu fengið viðtölu sín bara rafrænt líka, ef við vildum mjög margir þáðu það. Sálfræðingar okkar líka úrræðaaðilar margir voru mjög duglegir að búa til rafrænar lausnir. Bæði námskeið og sérhæfða þjónustu, einstaklingsþjónustu. Þannig að við héldum alltaf upp í þjónustunni. En auðvitað hafði þetta áhrif á einstaklingana og áhrif á þjónustuna og þetta náttúrulega bjóð til alls konar flækistig hjá okkur, bara eðlilega. En ég vil þó segja það að mér varst einstaklingarnir sem hjá okkur þjónustu bara ótrúlega duglegir. Og bara, þú veist, og í raun og veru bara ótrúlegt samt hvað við komum fólki í vinnu í fyrra, þrátt fyrir COVID. Já. Fundum jafnvel ný störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Því svo það líka einn angi af starfseminni að þegar fólk búið með ferli hjá ráðgjafanum og að fara út á vinnumarkaðinn aftur, þá alltaf ákveðin hópur sem að
á bara erfitt með að fara óstuddur út á vinnumarkaðin og kannski að glíma við einhvern heilsubrest ævin á enda og þarf aukna aðstoð við að finna störf. Þá erum við með svokallega atvinnulífstengla hjá okkur sem í góðu samstarfi við vinnumarkaðin og hlutverk þeirra að fara út á vinnustæðina. Við erum með mörg hundruð stofnanir og fyrirtæki í samstarfi við okkur sem að búa til þessi hlutastörf. Stundufullt stundu hlutastarf og störf sem henta þessum einstaklingum. Það var einmitt það sem ég var að velta fyrir mig með eftirfylgnina og bara hvernig hún gengur fyrir sig og þið eru svo með starfsfólk sem sérstaklega með það að meginverkefni að styðja við baki á þeim sem eru komnir farin í gegnum kerfið og eru að eru svona að fóta sig í lífinu. Já, sko þetta eiginlega tvenns konar. Annars vegar þeir sem þurfa kannski ekki aðstoð atvinnulífstengla. Jafnvel hafa sitt eigið starf bara að fara aftur í eða bara eiga auðvelt með að finna þá nýtt starf á vinnumarkað, eru jafnvel búin að finna það eða treysta sig alveg til að leita að því, fara jafnvel til Vinnumálastofnunar eða fá bara aðstoð annars staðar í kerfinu. Þá höfum við boðið upp á það að ráðgjafinn fylgi viðkomandi eftir í einhverja mánuði eftir að fer inn í starfið. Það svona eftirfylgna prógram sem við erum með þar. Síðan erum við kannski með hópin sem veikari, sem þarf meiri stuðning, þá jafnvel við að finna starfið. Þá erum við með atvinnulífstenglana sem fara og bara finna störfin fyrir einstaklingana. Og þessi atvinnulífstenglar eru þá í sambandi við vinnustaðinn og einstaklingin líka í eitthvað tíma á eftir. Þannig að við erum með svona mismunandi eftirfylgd bara eftir hvað hver og einn þarf út á vinnumarkaði. Ég hjá aðeins eftir því kíkti á skýrsluna að það talsverð breyting á milli ára. Það talsverð fjölgun, ekki rétt hjá mér? Jú, það var talsverð fjölgun milli 2019 og 2020 að það nýja einstaklinga inn til okkar. Reynda líka fjölgaði útskriftunni hjá okkur á þessum tíma. Og það búið að vera bara svona stöðugt streymi til okkar í COVID. En við eigum alveg von á því bara í ljósi reynsluna sem við höfðum eftir fjármálahrunið að það gæti orðið fjölgun hjá okkur í kjölfar COVID. Já, eftir vegna þess að það mistu margir vinnunni í COVID, það mistu margir vinnunni í fjármálahruninu. En það ekki þar með sagt að þú missir vinnuna og þú missir heilsuna. Nei. Hins vegar ef þú ert mjög lengi atvinnulaus þá komið þessi hætta. Og það hafa bara rannsóknir sýnt okkur, til dæmis einstaklingar sem búin að vera lengur en 6 mánuði án vinnu, þá koma ýmis hættumerki. Og þá getur orðið erfiðar að fara út á vinnumarkaðinn aftur. Og því lengri tími sem líður, því meiri hætta. Þannig að við eigum alveg von á því í kjölfar COVID að þá muni fleiri koma inn til okkar og við þurfum að hjálpa fólki að stíga skrefin út á vinnumarkaðinn aftur. Og við erum alveg að undirbúa okkur undir það. Og þetta gerðist í kjölfar fjármálahraunsins. Ekkert endilega akkurat í hruninu sjálfu en mörg ár eftir. Þá vorum við að fá einstaklingar sem voru að kljást við afleiðingarnar. Kljást við bara afleiðingar þess að hafa orðið atvinnulaust í langa tíma, hafa jafnvel mist húsnæði sitt eða þurft að berjast fyrir því að halda húsnæðin í mörg ár. Og bara voru búnir. Það var bara þannig. Og þurftu aðstoð við að komast í vinnun aftur. Þetta ég spyr, er þeim mikið tengsl við Vinnumálastofnun, þannig að þeir sem eru að fara kannski að detta út af atvinnuleysisbótum eftir einhvern tíma, eru þeir þá verið að senda til ykkar eða? Já, við erum með gott samstarf við Vinnumálastofnun og Vinnumálastofnun hefur einmitt verið að bara standa sig mjög vel í að styðja við fólk og þeir eru að styðja við atvinnuleysa einstaklinga. Við erum hins vegar að fá til okkar fólki sem einmitt að glíma við heilsubrestin og Vinnumálastofnun vísar alveg fólki til okkar, við vísum fólki til Vinnumálastofnunar. Þannig að það er bara gott samstarf þar á milli. Gott að heyra. Samsetning fólksins sem er að fá þjónustu hjá okkur, hefur hún eitthvað breyst núna eftir COVID? Það er kannski ekki alveg komið í ljós eftir COVID, en ég get kannski sagt samt á undanförnum árum, og þá er ég að tala um nokkuð mörg ár, kannski 3, 4, 5 ár, þá hefur aukist mikið hlutfall háskólamennta hjá okkur. Það er svona kannski það sem hefur breyst í samsetningunni hjá okkur undanfarin ár. Ekki það hefur alltaf komið til okkar mikill fjöldi af fólki sem er ekki með meiri menntun, sem sagt með grunnskólapróf og kannski ekki með áframhaldandi menntun. Það er hópur sem hefur alltaf verið stór hjá okkur og er áfram stór hjá okkur. En það er samt aukið
hlutfall þeirra sem eru með háskólamenntun og þar eru stórir hópar til dæmis í umönnunargeiranum sem að við höfum líka áhyggjur af núna í kjölfar COVID sem hafa verið útsettir fyrir miklu álagi og annað sko. Þannig að það þarf að bara passa það að halda vel utan þetta fólk og samfélagi þarf að passa upp á því heilsinni helst til að koma í veg fyrir að það þurfa að koma til okkar. Það er það sem við erum alltaf að benda á, það er einmitt að passa upp á hvað gerist þess að það halda vel utan fólk til að þegar fólk er að koma inn í starfsendurhæfingu þá er það að fara að kljást við þungan vanda og það þarf oft svolítið tíma til að vinna sig út úr því. Er algengt að fólk sé að skipta geira ég meina, það er kannski ég bara nú hugsa bara uppátt þegar fólk sem að hefur verið að vinna alla ævi sem gjaldkeri í banka og nú er þeim að fækka og það þjónustan fer fram meira og minna á netinu. Fólk sem þá er að skipta starfsgrein og það fer héðan og í eitthvað annað er það? Það gerist alveg og það við svona bara það er bara ýmislegt sem getur orðið til þess. Sko mjög oft fer fólkin í sama geirann samt, Við talum ekki að fólk hefur menntað sér í ákveðin geira, það vil gjarna vera þar. Það kannski brennur fyrir akkurat því sem er að gerast þar. En það gerist alveg bæði með þetta ef það er bara störfin er að hverfa, líka til dæmis fólk sem hefur alltaf unnið kannski líkamlega erfitt starf og bara hreinlega getur það ekki lengur. Og við höfum hjálpað fólki að taka svona kannski styttri símenntun eða taka svona styttri námskeið eða réttindi. Viðurkenndu bókari meira prófa eitthvað svona starfsréttindi sem geta hjálpa fólki að öðlast réttindi einhvers staðar annars staðar. Og það er alveg það sem við höfum líka stutt fólki að gera ef það hefur sjálft viljað það og kannski ekki átt afturkvæmt í sín eigin störf bæði út af þeim heilsubresti sem er að hrjá viðkomandi eða bara hreinlega svo segir að starfið er ekki til. Og þá það líka svona hjálpa fólki að öðlast trúa á eigin getu og þú veist að það getur verið mjög erfitt að stíga inn í alveg nýjan geira og að fólk svona fái aðstoð og stuðning við það. En það getur verið mjög mikilvægt að fólk einmitt öðlist réttindi og svona getur til þess að fara að gera eitthvað annað. Það getur fjöldanmörg dæmi það að fólk bara öðlist alvegjulega nýtt líf í raun og veru og nái bara ofsalega fallegu og góðu flugi í nýjum geira. Það er við bara mjög mörg dæmi þess líka. Ég sá einmitt mjög margar fallega dæmisögur þar sem að fólk var í raun og veru að nýta sér þjónustuvirk til þess að fóta sig í lífinu á ný og komast aftur á skrið. Og það er bara fallegt og gaman að sjá hvað þetta er í raun og veru að gefa fólki mikið sko. Það er bara alveg dásamlegt. Getur það gaman að fá að vinna við svona gefandi starf. Þetta eru bara hrein forréttindi eins og fyrir mig að fengja að byggja virku. Ég er alltaf óendanlega þakklátt. Það er svo mikið forréttindi að vinna við að bæta líf fólks. Þó ég hitti kannski persónulega ekki einstaklingana að þá veit ég bara starfsemin er að gera fólki gott og það er svo góð tilfinning. Og eins og fyrir mig að lesa þessar sögur að ég bara get alveg tárast stundum. Það er bara dásamlegt að því að það er nú einu sinni þannig með okkur öll. Við göngum ekki gegnum lífið áfallalaust. Við erum öll að glíma við eitthvað og við getum átt erfiða tíma. Og þá verðum við að hjálpa hvort öðru. Og þess er svo mikilvægt að starf eins og starfvirk sé til. Að við eigum að hjálpa hvort öðru að ná fótum aftur og ná flugin aftur. Og það er bara mikilvægt fyrir þetta samfélag að við séum með gott velferðarkerfi og gott stuðningskerfi og við hjálpum fólki að ná flugi vegna þess að öll viljum við vera þáttakendur. Það er voða sjaldan sem að við verðum vörfið það inn í virk að fólk vilji ekki taka þátt. Við viljum hafa hlutverk, við viljum vera þáttakendur. En það getur bara verið ýmislegt í félagslegum aðstæðum, heilsubresti og annað sem að gerir fólki erfitt fyrir og þá eigum bara auðvitað að hjálpa fólki að ryðja sem hindrunum úr vegi. Og ég er ekki að segja að við gerum þetta ekki ein hjá virk. Við erum í samstarfi við allt velferðarkerfi við að búa til þessa brautir. Þannig að ég vil líka bara þakka einmitt heilbrigðiskerfinu, félagslega kerfinu og öllu stuðningskerfinu, Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun, Lífeyrissjóðnum. Lífeyrissjóðnum. Ekki ætla ég að gleyma þeim.
bara mjög mikilvægir samstarfsaðilar og mikilvægir stuðningsaðilar fyrir fólk sem að missi vinnugetuna. Það er einmitt það sem er svo mikilvægt að fólk átti sig á með lífeyrissjóða. Það eru sterkir og mikilvægir aðilar þar. Já. Og hafa virkilega komið fólki til aðstoðar. Við verðum líka vör við það henni virka. Við bara eigum gott samstarf við lífeyrissjóðan og viljum gjarnan gera það. Við viljum okkar beggja hagur er bara að hjálpa fólki og lífeyrissjóðan er mjög mikilvægir þar og hafa stutt vel við baki á fólki líka. Þannig að þetta er bara að gera eiga gott samstarf. Algjörlega. Það er kannski eitt sem þetta er hug sem að vera svolítið fólk vera að koma til okkur og vera að sækja örorkulífeyri hjá okkur. Þannig í lífeyrissjóðnum þá er ekki neitt til sem heitir endurhæfingarlífeyrir, það heitir örorkulífeyrir og fólk á mjög erfitt með að fara að sækja einhverju, ég er ekki alveg öryrki, hvernig þetta orð er verið að nota. Verður við það í umræðu, fólk finnst erfitt orðið öryrki? Já, ég verð vör við það. Já. Ég hef líka alveg velt þessu fyrir mér, hvort að við séum að nota rétt orð þarna. Vegna þess að það er einmitt oft þannig að fólk er kannski eins og hjá ykkur að koma inn tímabundi vegna erfiðleika. Nær síðan aftur fluginn og fer aftur út af vinnumarkaði. Þá er þetta orð svolítið erfitt. Tryggingastofnunin er til dæmis með endurhæfingarlífeyri sem fólk getur verið á alveg í nokkuð langan tíma. Og mjög margir fara af endurhæfingarlífeyri út af vinnumarkaði. Og fólki finnst erfitt þetta öryrki, þetta er rosalega svona... Þetta er erfitt orð. Já, þetta er svolítið svona erfitt orð, sko, en ég meina, svo tala líka fólk einmitt bara tímabundna örorku, þú veist, það er kannski, það mildar þetta rétt orði kannski. Ég verið heitt fólk sem að þetta bara situr í fólki, sko, en síðan alltaf þetta er kerfi sett upp til þess að fólk getur nýtt sér og alltaf hvetur fólk til þess að gera það og þetta tekur langa tíma að fara í gegnum þetta að vera metin að eiga rétt á þessum greiðslum úr sjóðunum, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég var kannski að nefna það hvernig fólk lendir því að þarf að sækja örorkulífeyri í lífeyrissjóðnum, hvernig það virkar. Þannig að fólk þarf að sækja örorkulífeyri hjá sjóðnum og með umsóknina þarf að fylgja læknisvottorð þar sem það farið yfir sjúkrasögu viðkomandi. Og í framhaldi þá umsóknin send til trúnaðarlæknis, þannig hann metur hæfi viðkomandi til þess að vera að starfa. Og þegar komið mat þá venjulega byrjað að meta fyrst í 2 ár og síðan kemur endurmat eftir 2 ár hvernig málin hafa þróast. Og þetta ferli tekur svolítið langa tíma, þannig að þetta geta tekið held í 8 til 10 vikur þessu ferli hjá okkur með frá því umsókn kemur og búin að fara í gegnum þetta allt og þannig að það skiptir miklu máli að fólk að sjá fram á það að sé fara að detta út af greiðslu frá sjúkrasjóðum eða oft kannski fólk er búin að vera í vinnu síðan að það veikindrætt hjá vinnunni sinni, síðan koma sjúkrasjóðanir og síðan raunur eftir það koma lífeyrissjóðnir og Tryggingastofnun. Þannig að fólk þarf aðeins að vera meðvitað að byrja að sækja greiðslur bara komast yfir þetta að fara að byrja að sækja Þannig að þetta tekur tíma og þannig að fólk sé ekki hafa miklar þetta hefur alltaf áhrif á fjárhag hjá fólki, þannig að það komið sér strax á stað. En maður skilur líka fólk á mjög erfitt með að gera þetta, en þú veist, þetta er eitt af því sem þarf að gera til þess að eiga rétt á þessum greiðslum. Já, það er kannski ráð bara til þess að hjálpa fólki í gegnum þennan andlega þröskuld að sækja örorkubætur sem er svolítið þungt og erfitt orðað, tala endurhæfingarbætur eða eitthvað slíkt. Endurhæfingarlífeyri, já. Endurhæfingarlífeyri, Já, það var svona, þú veist, fólk er í endurhæfingu og hefur það markmið að komast út aftur. Ég meina, það er það sem að fólk vill almennt og það er líka einmitt eitt sem við finnum fyrir í endurhæfingu. Það er svo mikilvægt að fólk hafi örugga framfærslu. Þannig að ef þú hefur hann ekki, þá getur ekki hugsað neitt annað, þú þarft að lifa, þú veist. Fólk þarf að hafa örugga framfærslu í endurhæfingunni og ég veit alveg að ráðgjafarnar okkar hafa einmitt líka verið að ráðleggja fólki að vera tímalega í öllu svona. Þannig að þú veist, að það getur engin mistekjur í heila mánuð. Ég meina við getum, það er ekkert okkar sem getur það. Þannig að þetta er einmitt líka svo mikið, þetta þarf alltaf að spila saman að fólk hafi örugga framfærslu þannig að það getur sinnt endurhæfingunni. Er það hluti að ráðgjöf virka að leiðbeina fólki í að fara í þetta ferli varðandi lífeyrissjóðana? Ég veit alveg að ráðgjafarnir gera það. Já.
En hins vegar þeir líka beina fólki að tala við stéttarfélögin. Já. Eins og þetta kannski meira hlutverk stéttarfélagana, þetta með réttindi. Já. Þú veist, þannig að þeir líka beina fólki þangað og beina fólki líka bara að tala við sinn lífeyrissjóð. Eins og þar geta þeir fengið náttúrulega bestu upplýsingar sín eigin réttindi. Það er ekki eitthvað sem við okkar ráðgjafa geta gert kannski. Nei. En þeir svona, þeir ýta við fólki að það fari og athugi með sín réttindi og tali við rétta aðila. Vísa á rétta staði. Já, vísa á rétta staði, já. Þannig að fólk sé ekki að fara á milli staða sem að Og sýnir líka að vinna lífeyrissjóðnir sama því flestir eiga réttindi í mörgum lífeyrissjóðum. Þannig að maður talar raun og bara við þann lífeyrissjóð sem að greiddi síðast til og hann sá sjóður í raun og tengiliði við alla hina lífeyrissjóðnir sem á réttindi í. Þannig að maður þarf ekki að vera að fara á milli allra, reyna að muna hvar maður var að vinna þegar maður 20 eða 30 eða þannig að maður bara ferði í eitt lífeyrissjóð. Já. Og hann vinnur úrskurðar og hefur samband við alla sjóði. Já. En síðan þarf fólk líka að sækja sjálft líka hjá Tryggingastofnun. Þannig að þetta hefur alltaf áhrif. Já. Já. Meira. Eitthvað fleira sem okkur dettur í hug? Já, líka bara þakka fyrir að fá að koma hingað. Já, bara Bara kæra þakki fyrir að koma og gefa Og við erum alltaf tilbúin líka bara að fólk endilega bara hafa samband við okkur og leita upplýsinga og annað. Og ég vil líka benda á vefsíðun okkar, mikið að efni þar og svo erum við líka með síðu sem heitir velvirk.is og þar er rosalega mikið efni sem hefur forvarnargildi líka. Bæði fyrir einstakling og fyrirtæki. Þess að það er líka svo mikilvægt að huga að heilsunni, þú veist, að viðhalda heilsunni, að lenda ekki í þeim aðstæðum að þú þarft að hætta að vinna. Þannig að þú veist, það er svo mikilvægt fyrir okkur öll að passa upp á að reyna að koma í veg fyrir það. Og á velvirk.is erum við með ofsalega mikið bara góðum ráðum fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki. Af því þetta er okkar allra ábyrgð að viðhalda heilsu okkar. Bæði við sem einstaklingar og fyrirtæki gagnvart sínum starfsmönnum. Að við séum að huga að þessu. Að það er ekkert sjálfgefið þar. Við þurfum að passa upp á þetta. Algjörlega. Takk að kærlega fyrir komuna, Vigdís. Takk fyrir þáttökur og þolendur. Þetta búið að vera skemmtilegt og takk fyrir að horfa og hlusta. Já, það er alltaf bæði hlaðvarp og vídeo, þannig að þeir sem vilja horfa geta gert það á YouTube eða á fræðslu og ráðgjöf hjá okkur á almenna lífeyrissjóðnum og þeir sem vilja hlusta geta það. Takk fyrir kærlega. Takk sömuleiðis.